Þegar Roosevelt tók öðru sinni embætti forseta Bandaríkjanna í miðri heimskreppunni, sagði hann í innsetningarávarpi sínu: Við höfum alltaf vitað að taumlaus eigingirni er siðferðilega röng. Nú vitum við að hún er efnahagslega röng. Í fjölmiðlum í Bandaríkjunum er Roosevelt kominn inn úr kuldanum og Reagan hefur verið sendur út. Reagan dró eitt sinn í ræðu upp eftirfarandi framtíðarmynd: Þið munið sitja með barnabörn við hlé ykkar og segja þeim frá því hve gott og frjálst allt var áður en sósíalisminn hélt innreið sína. Sósíalisminn sem Reagan var hér að tala og sagði ógna frelsinu voru sjúkratryggingar aldraðra, Medicare eins og það er kallað. Frjálshyggjumenn, boðberastefnu Reagans og Thatcher og Pinochet hafa fengið allt of mikið svigrúm í fjölmiðlum síðustu árin. Þessi sértrúarsöfnuður hefur ætt eins og grenjandi ljón, öskrandi slagur sín. Eitt mesta fúkyrði þeirra er umræðupólitík. Það er notað atferli þeirra sem vilja ræða málin og skoða þau vandlega og velta fyrir sér afleiðingum ákvarðana. Frjálshyggjumenn trúa hinn á dulræn fyrirbæri, einkum og sér í lagi hina ósýnilegu hönd. Hin ósýnilega hönd á að sjá að dreifa mólum að borðum hinna ríku til hinna minna ríku. Látum markaðinn ráða er setning sem heyrist oft. Hún hefur álíka mikla merkingu og setningin látum mótorn í bílnum ráða. Auðvitað vill upplýst fólk að einstaklingar og þjóðfélagið færi sér nýtt þá hagræðingu og þann ágóða sem hagnýting markaðslögmálanna býður upp á, en slíkt krefst stýringar og eftirlits ef menn ætla að búa í siðuðu samfélagi. Eins og eitt kunningi minn benti mér á, þá eru bremsur á bílum til að við getum ekki hratt. Fjölmiðlar hafa verið mjög hallir undir hina ofsakenndu markaðstrú, jafnt hér á landi sem annars staðar. Verst hefur sennilega verið fréttastjórnstofa Ríkisútvarpsins. Það er ekki verið að ræða við fréttaritara á landsbyggðinni, er verið að ræða markaðinn. Upplýsingafréttastofunar hafa venjulega komið frá greiningadeildum bankana sem hafa það hlutverk að mála allt í ljósrauðum litum. Þrátt fyrir þann gríðarlega tíma sem í þennan málaflokk fer virðist enginn fréttamaður vera menntaður hagfræðingur, en slíkur gæti kannski varafólk við spám greiningadeildanna. Þannig er lítið vit í fréttunum. Ég ætla hér að leiða hjá mér að ræða meðferð fréttamanna á háum tölum eins og milljónum, milljörðum og billjónum. Hlutföllum milli stærða eins og skulda og þjóðatekna hefur lítill gaumur gefinn, jafnt hjá fjölmiðlum sem eftirlitsstofnunum. Þó sagðist einn seðlabankastjóri hafa sendt nafnlaust bréf um þessi mál til ríkisstjórnarinnar. Tökum sem dæmi fjárveitingu Bandaríkjaþings til aðstoðar bönkum og fjármálastofnunum þar í landi. Hún nemur 700 milljörðum dollara. Á okkar mælikvarða, miðað við fólksfjölda, er þessi upphæð 700 milljónir dollara, eða 80 milljarðar íslenskra króna, miðað við gengi dollars eins og það var þegar Ice Bank, Sparisjóðabankinn, bað Seðlabankanum svipað upphæð. Það er að segja sama upphæð og okkar mælikvarða og átt að duga öllum helstu bönkum Bandaríkjanna, dugir rétt handa einu íslensku bankakríli. Bandaríski gullgerðarmenn reyndu að búa til gull úr ótryggum verðbréfum með því að klippa þau ásamt betri bréfum í sundur og líma svo saman á kruss og þess. Þessi listræni gerningur er talinn hafa komast að bankakreppu í heiminum, sem hlaut að koma fyrir eða síðar að mati sumra, og hafa íslenskir ráðamenn, eða kannski íslenskir ráðþrotamenn, verið óspari við að kenna gullgerðarmönnunum ástandi hér. Tölurnar sem ég nefndi áðan sýna samt að okkar vandi er margfalt stærri en hinna. Auðvitað er ekki hægt að kenna fjölmiðlum þetta vanmat, þótt þeir hefðu mátt upplýsa almenning miklu betur. Ég vil þó hér undanskilja umsjónarmenn Speilsins sem oft eru með vandaðar fréttaskýringar. Þeir sem bera ábyrgðar að sjálfsögðu ráðamenn,
Þau sem stóðu illa að einkavæðingu bankanna og löggjöf í sambandi við eftirlit og ráðningu manna sem áttu að hafa yfirsýn og eftirlit með þessu öllum saman. Þetta var nefnilega frjálshyggjufólk. Fólk sem er á mót eftirlit af trúarástæðum, líkt og vottari Jehóva er á móti blóðgjöf. Það eru þess menn sem prófessor frá Chicago háskóla kallaði flón. Í kosningaáróðri Sjálfstæðisflokksins hefur hamrað því að honum einu væri treystandi fyrir yfirstjórn efnahagsmála. Ef efnahagsmálin eru það sem sjálfstæðismenn eru bestir í, hvernig eru þeir þá í öllu hinu? Það er hlálegt að flokkur sem kennir sig við sjálfstæði skuli með flónsku, óreiðu og getuleysi hafa orðið þess valdandi að þjóðin glatar hluta af sjálfstæði sínu og virðingu annarra þjóða. Margt skrítið hefur verið sagt á undanförnum. Þegar kreppufundirnir hófust í ráðherrabústaðnum sagði menntamálaráðherra í viðtali við sjónvarpið ástand mála að þótt á móti blési ætlaði ríkisstjórnin ekki að bregðast. Hún sagði: við ætlum að halda áfram með þessa stórkostlegu íslensku þjóð, sagði Norður. Mörgum létti. Ríkisstjórnin ætlar ekki að segja þjóðinu upp. Öðrum brá. Ríkisstjórnin ætlar að halda áfram að rústa því sem henni hefur ekki verið rústað. Setningur samtali milli seðlabankastjóra og formanns bankaráðs stærsta banka landsins getur verið beitt úr sopranoþáttunum. If you try to mix with the Eurogang, I'm going to destroy your business. Nú hefur hinn ósýnilega hönd sett á sinn bláan hanska og gefur okkur öllum á kjaftinn. Okkur líður mörgum eins og farþegum í rútu þar sem að bílstjórinn er með bundið fyrir augum. Þegar svo rútan lendir í gljúfri og sjúkrabíll kemur að aka okkur sem enn er á lífi á sjúkrahús, þá bílstjórinn sá samúð var í rútunni. Í ræðu sinni sem ég minntist á í upphafi sagði Roosevelt einnig: við þurfum ekki að óttast neitt nema óttann sjálfan, en við getum bætt við og íslenska ráðamenn úr Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Takk ykkur fyrir.